morgunsólar geislaglóð. Jæja, hvar haldið þið nú að ég sé? Jú, ég í Landbúnaðarháskóla Íslands, starfsstöðinni hérna á Hvanneyri, nánar tiltekið jarðræktarmiðstöðinni þeirra og sit á vél sem heitir Sif hinn fyrsta. Þetta þreskivél. Ragnheiður rektor ætlar að segja okkur aðeins frá starfinu og við hittum líka hana Jónínu. Hún ætlar að segja okkur frá svona daglegu starfi hérna í jarðræktarmiðstöðinni. Hvað það sem Landbúnaðarháskóli Íslands gerir? Já, Landbúnaðarháskóli Íslands, hann á 3 starfsstöðum. Hann hér á Hvanneyri, þar sem við erum stödd í dag, og svo á Keldnaholti og á Reykjum í Ölfusi. Og við erum með 3 fagdeildir, ræktun og fæða, skipulag og hönnun og náttúru og skóg. Og síðan erum við með, þannig að það sé allt í þrennu, þá erum við með starfsmenntanám, grunnnám sem þá BS-nám og framhaldsnám á meistara- og doktorstigi. Þetta hljómar svo ótrúlega spennandi alltaf þessu. Þetta ekki eftirsótt? Ekki endalaust af nemendur sem vilja koma hérna í landbúnaðarskóla? Þetta mjög vaxandi og kannski að því að umræðan svo mikið á þessum sviðum, matvælaframleiðsla, loftslagsmálin, skipulagsmálin, þannig að við finnum fyrir miklum áhuga á skólunum. Og núna í ár þá erum við að sjá svona 40–50% aukningu í nemendafjölda til okkar og aðalega núna í garðyrkjuna og í landslagsarkitektúr. Í fyrra voru það umhverfisvísindin og skógfræðin, þannig að það verulega að efla skólinn bara á öllum sviðum og síðan líka ánægilegt að þegar við erum núna að auglýsa störf þá fáum við verulega margar og flottar umsóknir, bæði frá Íslendingum en líka mjög mikið erlendis frá. Já, þið þurfum ekki bara góða nemendur, þið þurfum líka góða kennara, starfsfólk. Já, við erum með nýja stefnu sem var sett núna fyrir rúmu ári síðan og þar leggjum við mikla áherslu á að efla rannsóknir, nýsköpun og þar með náttúrulega alla innviði og kennslu hjá okkur. Jarðræktunardeildinni barst aldeilis höfðingleg gjöf daginn. Já, það gaman að segja frá því. Við fengum arf núna áramótin síðustu sem var kennari sem arfleiddi skólann á öllum eigum sínum og til þess að efla jarðræktarrannsóknir sérstaklega og kennslu á því sviði. Og það kemur svona eiginlega ofan í það að við höfum verið að efla mjög tækjabúnað í jarðrækt hér við skólann. Og við sjáum hérna fyrir aftan mig nýtt tæki sem við vorum að fá núna í ár sem tilraunareita þreskivél sem kemur í samhengi við aðra vél sem við fengum tilraunareita sláttuvél sem við fengum líka fyrir nokkrum misserum. Þannig við höfum verið að eflast mjög mikið og erum líka með frætalningavél nýja og þetta allt saman, þetta tækjabúnað sem kostar á annað 100 milljónir og við höfum verið að fá til þessa styrki frá Rannís, innviðasjóði og líka frá fyrrverandi nemendum og svo hefur skólinn líka verið að leggja til á sínu fé. Það segir sér náttúrulega sjálft að við þurfum náttúrulega til þess að efla rannsóknir, þá þurfum við náttúrulega að vera með góðan tækjabúnað og laða okkur unga fólki líka sem vil þá byggja upp á þessu sviði og þetta náttúrulega bara grunnurinn í landbúnaði, hvernig við ræktum landið. Og líka við horfum á breytingar í loftslagsmálum að við séum að efla rannsóknir og prófa ný yrki og sjá hvað við getum líka gert í útiræktun á grænmeti og öðru. Þannig við séum bara að nýta landið okkar og efla landbúnaðinn. Já, akurvænn og græn hlíð arður handa mig. Starf jarðræktar, hvernig fer það fram? Hvað eru það að gera hérna? Hvað eru nemendur að gera hjá þér? Sko, dagarnir náttúrulega bara mjög mismunandi, alveg sérstaklega. Núna til dæmis bara eitthvað að raka tilraunareiti með höndum. Já. Ég verði því bara í allan dag, gerir ég ráð fyrir. Sumir dagar fara bara í gróðurhúsavinnu, við erum að sá, við erum að bera á, vökva. Svo sláttur, það eru þreskingar, frætalningar, skýrslu, það alls konar. Þannig að helmingurinn af vinnunni bara út á akrinum, alveg bókstaflega. Meira en helmingur myndi ég alveg segja. Það sumarið bara allt úti. Já. Það bara, auðvitað meiri svona úrvinnsla gagna. Það hljómar ógeðslega vel. Það svona meiri úrvinnsla gagna náttúrulega yfir veturinn, en þá náttúrulega líka tækifæri á að ræktin í gróðurhúsi. Svo erum við svo flottar möppur hérna fyrir framan okkur. Já, akkurat. Mér finnst þetta svo geggjað hérna. Hvað eru nemendur að gera? Bara að læra að þekkja eða? Já, sko, það sumarnámskeið hérna. Það þurfa allir háskólanemendur, eða sem koma í grunnnámið, að taka plöntugreininganámskeið. Og þá það alveg heila viku hérna bara úti hér á Hvanneyri og að læra að þekkja plöntur eftir mismunandi búsvæðum, fara í mýrarnar, læra að þekkja plöntuna þar,
mólendi og svo framvegis skólendi. Í kjölfarið á að samhliða því þá eiga þau að safna plöntum, 75 plöntum, greina þær rétt, pressa, þurrka og setja þær upp í svona bækur. 75 plöntur. Og þetta er auðvitað frekar erfitt, sko. 75 plöntur hérna í bókum og þú ferði yfir þetta, hvort það sé rétt. Já. Þekkir þetta? Já, ég þekki þetta allt saman. Þú með hrafnafífa. Sérlega flink að þessu. Þetta er Þekkir þetta ekki allt? Ég þekki þetta allt hérna. Svo hérna ert þú með Sérbýlisstör, þetta eru mjög snarrótar punktur. Eyjafjallajökull hvað? Það er bara komin hérna. Þú ert hérna líka sko með einkímblöðunguna og byrkningana sko. Já, ég vissi það, ég valdi þetta viljandi. Hérna ertu náttúrulega þekki eins og jarðarberin og já, hérna er svona meira kannski svona. Meira kannski hérna eitthvað. Er þetta ekki krækibæralyng hérna? Já. Krækibæralyng, hvað þetta er rétt? Já, það verður svona. Lasi það, nei. Þannig að, já. Þetta er eitt hluti af náminu, það er að þekkja, þú veist, í kringu sig hvað þetta er sem er að vaksa. Já, hvað er að vaksa, hvað það getur vaksið. Það kallar fólk með kjark og þor að klæða landið betur. Við erum alltaf með nemendur á mismunandi stigum. Við erum að kenna hér búfræðinemendum sem eru þá starfsmenntastigi, eða framhaldsskólastig. Og svo erum við með grunnnemendur sem eru þá aðalega í námskeiðum. Og svo erum við aftur með framhaldsnemendur sem eru þá að taka stærri verkefni í meistaraverkefnum eða jafnvel doktorsverkefnum.